Hingað kominn Jóhann G. Ásgrímsson. Jóhann, þú ert viðskiptafræðingur, þú starfar við endurskoðun og þekkir allan þennan bankaheim mjög vel. Við ætlum að tala það sem hefur verið að gerast, hvernig menn hafa kannski verið sofandi gagnvart því sem var að gerast og hvernig málin eru að verða rannsökuð. Já, það sem ég ætlaði svona að leggja áherslu á, afsaka röddina aðeins, að eru rannsóknar hagsmunir versus stjórnsýslan. Og ég held að menn hafi svolítið farist fyrir það að skilgreina hvað við erum að takast á við. Ef við skilgreinum verkefni eða vandann sem Íslands þjóðfélagi núna, við erum annars vegar fjárhagslegu vandi og hins vegar stjórnsýslegu vandi. Allur fókusinn, eða meiri partur af fókusinn, hefur verið á stjórnsýsluna en ekki, á fjármálavandann en ekki stjórnsýsluna. En ég held að hlutvetið á það milli sé að stjórnsýslulega séð vandinn, hann kannski 80% stjórnsýslulegu vandi. Já. Og við ætlum að kíkja hér á graf sem að þeir eru hérna. Það er það sem þú kallar hérna rannsóknarhagsmunir, óbreytt stjórnsýsla. Já, og ef við förum bara hratt yfir hverjir eru svona persónuleikendur í þessu, þá klárlega eru það bankarnir sem eru efstir á þessu. Það eru eftirlitsstofnanirnar og það er ríkisstjórnin. Já. Og klárlega eru það sem við erum að horfa á gerendurnir eru í bönkunum. Já. Og síðan eru eftirlitsstofnanirnar eins og FME, Seðlabankinn og endurskoðendur, en ríkisstjórnin, hún svona heldur lyklinum að þessu hvernig þetta ópererar, eins og ég sé það. Og það hafa, eins og svo heldum okkur þá áfram við þessi stjórnsýsluna og fjárhagsvanda skilgreininguna, að þá eru við að leita eftir að fjármagna lausnina hjá okkur, en við lítill sýnilegu kraftur allavega hefur farið í það að takast á við að gera breytingar í stjórnsýslunni. Það á sem sagt að virðist vera búið að leggja blessun yfir það að bjóða okkur upp á meira af því sama. Því ég held að það er eiginlega alveg sama hvað við eyðum miklum peningum inn í vandamálið ef að verður ekki breyting á framkvæmdarlegu þáttunum. Að allir þeir sömu ætla að sitja hér áfram og fást við að leysa vandan eins og sem þeir koma okkur í. Já, það hefur oft verið talað um það að það hefði ekki mátt skipta út af því það væri svo mikið þekking en ef maður fór að horfa aðeins betur á þetta, þekkingin sérstaklega í bönkunum, hún var ekki með þekkingu, hún var aðallega í fjárfestingabankastarfsemi, sjóðastarfseminni en ekki á þeirri bankastarfsemi sem var fram núna. Þannig að þessi rök falla svolítið dauð og ómerk. Já. Og við erum að sjá bara að sömu lykilstjórnendur kannski fara í smá stólaligg og halda áfram og það virðist vera eftir hvað er þetta 2 mánuðir að nú eru komin endar í bankar og þau eru að leggja blessun sínu yfir þetta skipulag. Yfir að þetta verði skipulagið áfram? Já, ekki sér maður annað. Já, og ef við höldum þessu skipulagið áfram þá breytist náttúrulega Það stendur ekki til að breyta Nei, og það er kannski akkurat þetta sem kannski svona menn eins og ég og fólk út í bæ, þegar búið ákveða að hafa sama struktúrun áfram, þá er eiginlega búin að segja að það er ekkert leið en gagnrýni frekar, þetta bara skal vera svona. Já. Og ríkisstjórnin, myndi ég segja, eða framkvæmdavaldið, heldur vendarhendi sinni yfir þessu. Hún gleymir þessu mikilvæga þætti. Það er þekkt allt hjá öllum sem er í fyrirtækjarekstri að það vantar pening, en lánveitandi, og ef við bara settur inn meiri peningur og ekkert annað gert á, erum við bara að halda áfram í sama vandamáli. Það er minnst kosti hættan. Já, þú setur inn 200 milljarðar, það heldur samt á, eða 20 milljónir eða 200 milljónir, það heldur bara áfram með sama hætti. Og kerfið mun halda áfram sérst að verja sig að því leytinu til. Nú, síðan er kannski það sem að sé svolítið og verður mikið var við bara í fjölmiðlum og í umræðinu sem hefur verið hérna í þjóðfélaginu að það er ekkert, það virðist vera engin svona skipuleg vinnubrögð þegar verið að rannsaka mál. Já. Og maður heyrir aldrei talað um neina rannsóknar hagsmuni. Það er trekk í trekk verið að ámeina menn fyrir það að hafa valið vanhæft fólk til starfans. Og maður spyr sig, hafa til dæmis FM eða ekkert verklag við að velja fólk til mikilvægra starfa. Þetta er einu sinni þjóðarhagur og bera sér síðan fyrir sig miklum hraða. Þetta er of stórt mál til að bera slíkt fyrir sig, segi ég,
þegar hagsmunir okkar... Það er náttúrulega valið, frægasta dæmi náttúrulega þegar KPMG er valið beinlínis til að nánast rannsaka sjálft sig, eða... Já, það er rétt. Endurskoðendur eru svolítið pínlegri stöðu hérna og þeim svolítið vorkunn í þessari stöðu því þeir eiga svolítið erfitt með að vinna sína vinnu, sérstaklega þegar annað eftirlitsumhverfið opinbera ekki að virka eins og það ætti að virka. Já. Og þar af leiðandi svolítið erfitt fyrir þá að beita sér. En þeir mega samt sem áður ekki gleyma sér að þeir þurfu líka að gæta síns hlutleysis. Þannig að þeir eru svona, kannski eiga svolítið erfitt með að beita sér vegna þess að FME hefur ekki gengið hart fram. Og ég veit kannski með Seðlabankann, hann svolítið svona með öðruvísi stjórnunar hlutverk, hann að stjórna svona meiri svona peningastæði með hinir, með fjármálaeftirlit beinlínis í stjórnsýslu eftirlit. Ertu á því að fjármálaeftirlit hafi brugðist? Ég á því og það hafi brugðist í veigamiklum atriðum. Þeir hafa ekki, það eina sem þeir virðast gera stundum það að flagga en nú þegar bara sjáum það var tekið ágætlega fyrir í Kastljósi minni mig á föstudaginn af honum Helga Seljan. Hann fór hansi vel yfir þennan þátt. Ég þarf sjálfsög þennan þátt fjármálaeftirlitsins og ég þarf sjálfsög ekki að endurtaka það. En það sjá menn finnst mér að þarna hafa þeir brugðist hansi verulega og höfðu engin haldbar svör. Maður heyri kannski einhverja fullyrðingar að þetta séu mjög færir einstaklingur og enginn dragi þá í efa og ég get alveg tekið undir það en það snýst ekki það. En þeir fara ekki eftir sínum eigin tilmælum eða? Nei, þeir fara ekki eftir sínum eigin tilmælum. Það eru fleiri dæmi það. Til dæmis að þegar voru gera breytingar í Landsbankanum að þá var tekin framkvæmdastjóri fjármálasvið sem jafnframt yfir þá Icesave reikningunum og þeir útrás sem þar var að hann gerður að innri endurskoðanda. Þetta mætur og góður maður þarna eru nýlega komin út tilmæli frá fjármálaeftirlitinu þar sem taka akkurat á svona málum sem varðar hæfi manna til starfa og í ásýnd og í reynd og með þessari aðgerð þær leiðbeiningar margbrotnar. Framkvæmdastjóri fjármálasviðs sem var með Icesave gerður að manninu sem á að rannsaka alþjóðasviðs og gerður að endurskoðandi. Já, það náttúrulega sem sagt að fara að endurskoða sjálfan sig sama hversu mætur og góður einstaklingur það er ekki hægt að ætla nú það og hvað þá síður félaga sinna. Þetta kannski bara eitt svona af mörgu og segir svona kannski þegar menn eru nýbúnir að setja lög ekki skuli ekki fara eftir þeim. Það finnst manni svolítið alvarlegt og þetta ekkert persónulegt. Nei. Þetta bara... Við ætlum að skoða annað línuritt, misferlið var það ekki, sem svolítið merkilegt. Það er misferðlis ástæður, við ætlum bara að sjá þetta stutt. Já, það er bara mjög stutt, við fyrir mjög hratt yfir þetta, þá eru misferðlis aðstæður, það er bara skilgreint ástand. Og það eru þarna 3 atriði, það eru tækifæri, sem sagt hafa menn aðstöðu til að gera eitthvað, menn að geta menn í krafti þess að ófullnandi eftirlits að gert eitthvað. Nú, þá kemur eitthvað upp, nú síðan það kannski hvatinn eða kröfur. Ég seti nú þarna, getur þú talað græðgi eða það mikil pressa á mönnum að ná settu markmið. Pressa að ná settu marki. Já, það mjög mikið og síðan erum við að tala réttlætingu eða siðferði. Það svona þegar menn segja nú þekkt í þjóðfélaginu, ég átti þetta nú inni eða ég þarf nú að bjarga fyrirtækinu, þetta ekki alltaf persónulegt, misferli snýst ekki alltaf persónulega hagnað, þetta getum tengst í náttúrulega. Og þetta kannski hægt á að mikið af þessum punktum hafi verið, höldum áfram með þetta, lögum við að sjá þetta aftur, að mikið af þessum punktum hafi verið uppi einmitt í bankakerfunni hérna undir lokin. Ég held það. Menn höfðu tækifærin, menn höfðu hvatan og menn höfðu réttlætinguna líka, það var verið að bjarga. Ég held að við slíkar aðstæður, og hefum það komið fram með þessi í tilvitnun hjá Jón Steinsinni frá Kólumbíuháskóla, að það blikka öll ljós, aðvörunarljós, og þetta á beint við inn í stjórnsýsluna. Og þess vegna þessi glæran sem við horfum á undan, að ég að segja það að stjórnsýslan, hún að bregðast og hún kannski 80% af vandanum, en ekki fjármálavandinn. Nei, ef maður sjá síðasta grafið bara örstuð, það sem sagt, hvernig misferli kemst upp. Já. Og það náttúrulega aldrei lærdómsríkt í ljósið þess að... Já, þetta nú úr tekið saman af sérstaklega stofnun í Bandaríkjunum sem heitir Association of Certified Fraud Examiners.
og þetta er úr árlegri skýrslu fyrir enda 2006, en þessar skýrslu þetta er meira og minna sömu, koma yfirleitt sömu niðurstöðurnar í þessu en staðfestast. En ef við setjum þetta í sambandi við hvað við erum að gera og hvernig sem sagt misferli uppgötvast algengustu aðferðirnar, og ég ætla ekki að lesa alla glæruna, en efst upp eru ábendingar. Ábendingar, það er langhæst. Langhæst og svo fyrir slysni, en fyrir neðan neðst niðri það sem með lögreglurannsóknum eða þá ytri endurskoðunar. Og ef við horfum síðan á hvað er verið að gera í íslensku þjóðfélagi, hvaða rannsóknir, þá beinast rannsóknir eru þær fyrst og fremst, minnst hvort sem að verði var við, á sem sagt að tala að leita einhverju sakhæfum atburðum. Og við sjáum nú hvað það hefur nú leitt í ljós. Enda held ég að það sé þannig akkúrat að það tekið svo þröngur fókus á það að menn er farnir að greina vandamál á þess að hafa skilið umhverfið. Og það hættan er bara svo að menn endi með það að komast að þeirri niðurstöðu, ég mér til að vera hættu, að það sé ekki saknæmt að setja þjóðfélagið að banka á hausinn. Og hvað erum við betur settið með það? Já. Af því að menn skilgreina sig rannsóknirna svo þröngt. Þess vegna segi ég, við verðum að skilgreina verkefni svolítið víðar og ekki segja bara við ætlum að skoða allt. Hvað er allt? Velta við hverjum steini. Þetta er fínt, Jón. Jóhann, þakka þér fyrir og þakka þér kærlega fyrir komuna í þáttinn. Við höldum hér áfram, nú kemur hins vegar Jón.